Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og gleðilegt nýtt ár. Vertu velkomin í þátt númer 20. Jú, þáttur 20. Hi, sorry for the interruption. Before I head onwards, I just wanted to mention briefly that if you want a transcript of this episode, then you're going to be able to find it in the link in the description of this episode on whichever platform you're listening to this on. Okay, and back to it. Og í dag ætlaði ég að tala eitthvað sem kannski ekki of típist fyrir svona áramóta þátt. Ég eiginlega búinn að taka fyrir þau atriði sem að flestir fara að tala í kringum áramót, eins og markmiðasetningar og áramóta menninguna okkar. Ef þú vilt heyra það, þá geturðu skoðað fyrri þætti mína, en ég ætla þá að tala eitthvað sem að í loftinu og eitthvað sem að stór hluti af íslenskri menningu. Og eitthvað sem að við finnum mjög mikið fyrir á einmitt þessum tíma. En þetta einfaldlega myrkrið. Hvernig myrkrið hluti af íslenskri menningu? Jú, það þannig að Ísland mjög norðarlega á nyrðra heimskveli. It's very high up in the north, on the northern hemisphere of the earth. Það svo langt í norðri að nyrsti hluti Íslands nær að vera í snertingu við og jafnvel fara yfir heimskautsbauginn. Heimskautsbaugur is a word that you're not going to hear a lot. It means the polar circle. Baugur being an old word for ring. Like a ring you would carry on your finger. Það þýðir að Ísland hreyfist mjög mikið þegar að jörðin færist á milli sumars og veturs, hvoru megin við miðbaug, the equator. Það þýðir að við fáum virkilega langa sumardaga, en líka sem að fólk kannski óánægðara með, erum við með mjög stutta daga á veturna. Og þetta eitthvað sem að fólk finnur mjög mikið fyrir í desember og kannski sérstaklega í janúar. Jólin kölluð hátíð ljós og friðar. It's a festival of light and peace. Jólin sett 24. eða 25. desember sem að eftir vetrarsólstöður, the winter solstice, sem að yfirleitt á 21. desember eða 22. desember. Þannig að hátíðin sett á tíma þar sem dagurinn farinn að lengjast aftur til að fagna því að vetri mun ljúka og sumarið mun koma og allt mun hætta að vera jafn erfitt og það hefur verið yfir langan, dimman vetur. Þannig að yfir þessa hátíð ljós og friðar við með fullt af jólaljósum. Við með ljós sem að lýsa upp daginn og bæinn og hverfið í kringum okkur. Þannig að við alltaf umkringd ljósum yfir hátíðirnar. En svo þegar jólin búin og við pökkum þeim niður í kassa fyrir næstu jól, þá verður myrkrið eftir. Og auðvitað óveðrin, the bad weathers, sem að koma í janúar og febrúar. Þannig að fólk verður ágætlega upptekið af því hvað myrkrið viðvarandi lengi og fólk á mjög erfitt andlega í langan tíma.
vetrar þunglindi eitthvað sem að margir upplifa á Íslandi. Þá auðvitað bæði mjög kvíðavaldandi að halda dýrar hátíðir eins og jólin, sem að margir eiga kannski erfitt með, en þá ber helst að nefna að það svo mikið myrkur allt kring. En hvað hefur þetta með menningu að gera? Mér dettur kannski þrennt í hug. Það fyrsta að Íslendingar eru búnir að skera á milli tengingar svefntíma og þá svefnklukku, sleeping clock would refer to a circadian rhythm of sleep, við sólargangin. Af því að við vöknum í algeru myrkri, gerum okkur klár, förum í vinnu, sólin kemur upp og sólin kemur niður og við förum heim og verjum kvöldinu heima. Við næstum því getum ekki tengt sólina við líkamsklukkuna okkar, eins og flestar aðrar þjóðir og lönd í heiminum gera. Það hinn eðlilegi mennski líffræðilegi hlutur að gera. Hormónarnir okkar fara í gang og fylgja sólargangi. Það heilbrigður hlutur að vakna með sólarljósi og fá það í augun á réttum tíma og að vera úti á meðan sólin á lofti. En við hreinlega getum það ekki, af því að sólin ekki þarna. Þannig að við þurfum að kunna að vakna í almyrkri, alveg eins og að sumrin þurfum við að venja okkur á að geta sofnað meðan það albjart úti, og þurfum því að slíta okkur frá náttúrulegu fari. Þetta hefur ákveðnar tengingar eða kannski afleiðingar, það kannski spurning, eins og hvort kom hænan eða eggið á undan. En kaffineysla, eða nú í dag má kannski frekar tala koffínneyslu. Íslendinga með hærra móti í heiminum. Við erum mjög ofarlega á listum yfir mestu kaffineytendur í heiminum, það að segja hversu marga bolla við drekkum á dag, og svo má nefna líka að það orðið eiginlega nýtt eða vaxandi vandamál með orkudrykkjaneyslu ungmenna, þar sem að menntaskólakrakkar og jafnvel grunnskólakrakkar eru farnir að neyta koffíns í óhófi bara til að komast í gegnum daginn. Til að færa hálfgerð rök fyrir þessu máli, þá má kannski nefna að þau sem eru við hliðina á okkur, eða allavega nálægt okkur á þessum sama lista kaffineyslu, Finnland, sem jú líka land sem að upplifir innilega mikinn sólarskort og þarf að kveljast við mjög langa vetur. Þannig að þar hefur myrkrið ákveðin áhrif á íslenska menningu. En þá má líka nefna eina aðra eiginlega hátíð sem að á sér stað á Norðurlandi. Því að á Norðurlandi þá upplifa þau enn minni sól heldur en þau gera á Suðurlandi, og á sumum hlutum landsins þá hreinlega rís sólin ekki yfir myrkustu dagana í desember. En hátíðin sem að ég á við hálfkómísk, og það það sem að heitir, hátíð kannski yfirdrifið, en þetta allavega viðburður sem umtalaður og haldinn til að fagna sólinni. Og þetta hlutur sem að heitir sólarkaffi. Sólarkaffi þá heiti fyrir þann viðburð sem að hittingur fólks sem að fagnar því að sólin náði að skína á byggðina, á bæinn þar sem fólkið á heima.
Þetta er ágætlega fríkaður hlutur að heyra, að vera að fagna því að sólin nái að skína inn gluggann hjá þér. En svona er veruleikinn á sumum stöðum á Íslandi. Þarna eiga eiginlega samt fleiri atriði við og orsakirnar af því að sólin skín svona lítið á þessa byggð eða byggðir eru öðru háð. Til dæmis eru ýmsar af þessum byggðum þar sem haldið er upp á sólarkaffi byggðar við fjöll eða í firði þar sem að vegna hæðar fjalls við hliðina á bænum nær sólin ekki að skína á sjálfan bæinn nema þegar að sólin hefur náð ákveðinni hæð. Þannig að það er alveg sólarljós í bænum. Dagurinn er orðinn nógu langur til að það sjáist til sólar eða að sólin skín yfir Íslandi, en þá eru þessar byggðir bara hreinlega í skugga fjallanna sem að eru umkring. Maður spyr sig af hverju fólk ákvað að hefja byggð á þessum ákveðnu stöðum í firðinum, af hverju ekki að reyna að byggja bæinn hinum megin þar sem að sólin skín eitthvað, en það hlýtur að hafa verið tengt því að það var ekki hægt að byggja eins og höfn hinum megin í firðinum. Ég ætla allavega að leyfa mér að vona það, að það hafi verið ástæða fyrir því að fólkið valdi skuggalandið fram yfir sólarlandið. En þriðji hluturinn, og kannski það síðasta sem ég nefni, sem að tengist sólarmenningu eða myrkrarmenningu öllu heldur, er það að það er mjög algengt að Íslendingar fari í frí til suðrænna landa til þess að finna sólina. Þetta er kannski ekkert svo óalgengur hlutur í heiminum. Auðvitað finnst mörgum gott að geta flogið til útlanda þar sem að er hlýtt og sólin skín. Við erum ekkert ein þetta, en þetta er mjög viðvarandi og framarlega í íslenskri menningu að þau sem að hafa efni á því fari flippaðar ferðir til staða eins og Tenerife eða Alicante eða einhvers staðar á Costa del Sol á Spáni yfir veturinn. Ég fór fyrir stuttu síðan í fyrsta skipti til Spánar og fór þá einmitt á Costa del Sol slóðir og sá þar að það er auðvitað fullt af útlendingum sem að koma þangað. En það eru ákveðin þjóðarbrot sem að eru algengari, þar sem er ríkari menning fyrir því að vera að fara á þessa staði, allavega á þessum tíma, yfir kaldara haust. Og þar voru helst þá Bretar og Hollendingar. Og alveg upp að því marki að það voru Hollendingastrandir og Bretastrandir, eða þá allavega hluti af ströndunum sem voru merkt sérstaklega sem hei, viltu vera með öðrum Hollendingum? Komdu þá hingað, því hér erum við. En það sem er kannski merkilegra og einstæmislegra er að fólk á Íslandi er jafnvel farið að halda í þá siði að halda jólin úti á eins og Tenerife eða Tene eins og allir á Íslandi kalla eyjuna sem er hluti af Kanaríeyjum. Þannig að heilu fjölskyldurnar ferðast saman til að koma sér fyrir á einhverju Íslendingahóteli, eitthvað hótel sem er rekið á Tene þar sem að allir eða mjög margir Íslendingar gista reglulega á, flytja með sér jólamat og eru á ströndinni að vera í 20 stiga hita sem er eins og draumkendur sumardagur á Íslandi
og halda jólin þar. Það mætti segja að þetta væri þá einhver önnur leið til þess að fagna hátíð ljós og friðar. Því þarna ein önnur birtingarmynd af ljósi og kannski friði frá Íslendingum og Íslandi og ástandinu heima. Ég held og reyndar að það sé erfitt að fá frí frá Íslendingum á tenni, af því að það hér bil sama hvar þú ert þar, þá ertu alltaf að fara að heyra íslensku talaða. Hef ég heyrt frá öðrum, nú ég ekki búin að fara þangað sjálfur. En ég ætla ekki að dvelja mikið lengur við þetta viðfangsefni. Þetta örugglega ekki það skemmtilegasta viðfangsefni sem hægt að tala þegar að við erum einmitt í miðju þessu ástandi, að vera í meira myrkri og kulda heldur en við erum venjulega. En þetta alveg mikilvægur eða stórvægulegur hluti af íslenskri menningu. Þannig að ég ætla að segja þetta gott núna. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.